Góðan dag, kæru vinir. Verðið hjartanlega velkomin í aðventkirkjuna í dag. Gott að sjá ykkur. Líka bjóða þá velkomna sem eru með okkur í útsendingunni, í streyminu. Hjartanlega velkomin. Við erum með tilkynninga hér eins og venjulega. Ég ætla ekki að lesa þetta kemur fram skýrt og greinilega hér með búðin okkar og bænastundina og súpustofuna. Næsta hvíldardag, 3. maí, þá það hún Harpa Theódórsdóttir sem með eða kennir leksjuna hjá okkur og stjórnar, og það hann Ivo Kers sem formaðurinn okkar sem predikar. Við skulum þá hafa upphafsbæn og Laila ætlar að hafa hana fyrir okkur. Kæri himneski faðir, við erum komin saman hérna í húsið þínu í dag að við viljum tilbiðja þig, við viljum fræðast, við viljum lofa þig. Og umfram allt það biðjum við að þú verður hérna nálægur okkar fyrir heilu og andi þín. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Amen. Upphafssalmurinn okkar númer 64. Númer 64. Þú hæsti Guð. Og ég ætla bara að benda ykkur á það, því það eru sumir hér sem vilja bara styðjast við enska textan. Að þá þetta sálmurinn How Great Thou Art, og ég veit að þið getið fundið hann í símanum ykkar. I'm pointing out there are some of you that only speak English, or mainly English. You can find this hymn that we are singing and all the other hymns on your phone. How Great Thou Art is a hymn that we are singing.
gjafir sem við veitum kirkjunni eða leggjum til safnaðarstarfsins sem verða teknar upp núna. Það er auðvitað eins og venjulega eitthvað sem við sinnum þegar við göngum út úr kirkjunni. En nú munum við lesa reikningalesturinn og það er hann Guðmundur sem ætlar að lesa hann fyrir okkur. Reikningalesturinn er tekin úr annarri Mósebók, 3. kafla, 13. og 14. vers, og við skulum rísa úr sætum. Móses sagði við Guð, ef ég kem til Ísraelsmanna og segi við þá, Guð feðra ykkar hefur sendt mig til ykkar og þeir spyrja mig, hvert er nafn hans, hverju á ég þá að svara þeim? Guð svaraði Móse, ég er sá sem ég er. Og hann bætti við, svo skaltu segja við Ísraelsmenn, ég er, sendi mig til ykkar. Amen. Skulum standa áfram og biðja saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti þitt núna í þakklæti og lofgjörð til þín. Það er svo undursamlegt að vita til þess að þú umvefur okkur þínum ástarörmum og þú úthellir þínum heilaga anda í hjörtu okkar. Er það ekki undursamleg sannfæring að eiga? Og Drottinn, við þökkum þér fyrir þá gjöf sem þú gafst okkur, að þú gafst líf sonar þíns Jesú Krists fyrir okkur, að hann þjónaði hér í þessari jörð, að hann dó og var grafinn og hann reis upp og sigraði dauðan og brotið á bak aftur vald dauðans og við getum lofað hann eilíflega fyrir það undursamlega kraft sem hann gefur og þann upprisu kraft sem vegna upprisu hans og sigurs að þú veitir okkur þann upprisu kraft öllum sem trúum á þig, Drottinn. Við lofum þig fyrir það að svo undursamlegt kraftaverk sem þú þar vinnur, sem er rót alls þess fagnaðar og gleði sem við eigum í þér. Já, Drottinn, við leggjum fyrir þig sérstaklega heiminn eins og hann er í dag. Við lofum þig fyrir það að þú vilt blessa og hjálpa þrátt fyrir erfiðleika í þessum heimi. Það er svo víða pottur brotinn, svo víða vandræði sem við sjáum, en þú munt sigra að lokum. Við biðjum sérstaklega fyrir þeim sem þurfa sérstaklega á þér að halda vegna erfiðleika, vegna sjúkdóms, vegna einmanaleika, að þú þekkir aðstæður sérhvers manns, Drottinn. Og við leggjum þetta fólk sérstaklega í þína hönd sem sérstaklega vanhagar eitthvað á erfiðleikum. Við hugsum til margra sem sérstaklega þurfa þér að halda. Vilt þú vera það nálægur og vilt þú styrkja og styðja og blessa. Við lofum þig, Drottinn, biðjum fyrir heimsmálunum okkar, í heiminum okkar, að þú leiði og leysir úr vanda svo margra sem eiga í erfiðleikum bara út í hinum víða heimi. Leggjum það allt í þína hönd og lofum þig, Drottinn, og biðjum þess að þú komi brátt aftur til þess að binda endi á sögu syndar og dauða og erfiðleika og gefur okkur nýtt líf og nýja framtíð. Þess biðjum við sérstaklega og lofum þig og biðjum í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja annan sálm upp á hæðinni miklu, On a Hill Far Away, númer 131.
Ég er ekki búinn að spyrja hana Lailu hvort hún hafi barnasögu handa okkur. Líklegast ekki. Þá ætlum við bara að fara beint í predikun. Ég veit ekki hvort hún Laila kallar það predikun eða spjall. Já, ég kalla það ekki predikun. Því ég ætla bara að tala við ykkur í dag. Og ég vona að þið líka munið tala við mig og svara mig. Því ég er með fullt af spurningar. En efnið sem ég langar að tala svolítið í dag er það að þekkja Guð. Það getur verið svolítið flókið, svolítið abstrakt, en það þarf það alls ekki að vera. Til dæmis ef ég spyr ykkur, hver er ég? Hvað myndið þið svara? Og nú megið þið geta svara, hver er ég? Eflaust einhverjir sem veit að ég heiti Laila. Takk fyrir það. Eitthvað meira? Takk fyrir það. Eitthvað meira? Þú ert hér allt í öllu. Ég er amma, Thea og Jónatans og Konrads, já. Ég er líka kona hans. Ég er líka móðir María og Jóns. Og nú ætla að spyrja ykkur, hver eru þið? Áður en við talar það, hver er Guð? Skúli, ég þekkja þig svo vel. Má ég bara benda á þig og spyrja, hver er þú? Burtsett frá Skúli. Takk fyrir Skúli. Já. Já. Amen. Amen. Vinni, mér langar að spyrja þig, hver er þú? Er það allt í lagi svona gaukur á þig? Þú má bara segja nei ef það er ekki í lagi. Ok, hver er þú, Vinni? Já, ég vissi það. Og þú talar Swahili? Já. Ok, takk fyrir að deila með okkur. En ef ég ætla að segja ykkur hver ég er, þá myndi ég kannski segja, ég er dönsk, ég er líka sjúkraþjálfari, ég er líka dóttir móður minnar. Ég er systir einhverju, vinkona einhverju. Ég er líka búðakona þessa daga. Í gamla daga var ég eldabuskur og ég hef verið námsmaður og líka kennari. Ég er kristinn og ætla að enda eins og Skúli var inn á. Ég er Guðs barn og það er það mikilvægast í lífi mínu. Orð hafa ýmsa merkingu og orð eru með til þess að lýsa því hver ég er. Og ég er búin að taka smá dæmi úr salnum til þess að finna út úr því hver þið eru. En áður en ég held áfram þá er ég búin að biðja Jóhann að lesa eitt vers hérna úr Jóhannesar Guðspjall 17. kapítula. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Þetta er Jóhannes 17:3. Það er eilífa lífið, hið sanna líf, að þekkja Guð,
og að þekkja sonur hans, Jesú Krist. Það stóð ekki í texten sem þú varst að lesa, að við þurfum að vita hinn eilífa Guð. Við þurfum að vita Jesús og sonur Guðs. Nei, það stendur að við þurfum að þekkja hann. Og hvernig er hægt að þekkja Guð? Hvernig verður Guð hluta á lífið þínu? Hvað hefur hann gert fyrir þig? Hvernig veistu hvað hann hefur gert? Biblían er í rauninni sögubók það hvernig Guð kaus að eiga samskipti við fólkið sitt. Hvernig hann kynnti sig, hvernig hann var raunverulegur í lífi fólks. Og áður en ég held áfram, þá langar mér að búa til lista með nöfn Guðs. Ég hef verið svolítið heillað af því frá því ég var í námi í Bandaríkjunum og lærði það fyrst að hann á til fullt af nöfn sem lýsir hver hann er, sem einkennir hann, sem segir hvað hann hefur gert. Og nú langar mér að spyrja salinn og ég langar til að biðja Erik að skrifa hversu mörg nöfn þekkjum við á Guði. Gerðu svo vel, orðið ykkur. Erik, náðu í blýant að skrifa. Á ég hjálpa ykkur að byrja? Ég var að spyrja krakkana uppi. Alfa og Omega. Ég það las Guðmundur hérna í byrjunin. Já, fleira nöfn á Guð. Hann Jehóva eða Javi, við vorum að tala það krakkana uppi. Morgunstjarna. Við vorum að syngja hérna og ég var ekkert búin að biðja Sandru að velja salmana en ég hugsa það gerist alltaf kraftaverk þegar við komum í kirkju og við erum að syngja saman og þannig var hún að velja krossberan. Manst það dásamlegt nafn, snart mig þegar við vorum að syngja og ég er búin að fletta næsta tó líka þannig að það er fullt á góð nöfn þar. Fleira nöfn, góða hirðurinn, dýr, sauðana, já. Fleira nöfn from Hungary, any names? Jesús, já. Og Kristur, fleira nöfn? Immanuel, takk fyrir. Hvað þýðir það? Amen. Guð með oss. Öll þessi nafn segir okkur hver Guð er. Hvað hann hefur gert fyrir okkur. Faðir. Og sagðu ekki líka faðir? Nei? Ok. Fleira nöfn. Jóhannes, komdu með nöfn, Edith. Einhverju nöfn á Guð. Ég googlaði það. Og það eru sauðanöfn sem enginn hér. Hann kletturinn. Klettur. Bjargið Alda. Bjargið Alda. Fleira nöfn. Hvað er uppihaldsnafnið þitt á Guð? Og Guðs nafn var svo heilagt hjá Hebreana að þeir skrifaði bara ekki sérhljóðin. Þannig við vitum ekki hvort við segjum Javi eða Jehóva. En það er fullt af nöfnum hérna. Jehóva Elohim sem þýðir Guð er skapari. Jehóva Eljon sem þýðir hinn hæsti. El Olam eða Jehóva Olam sem þýðir hinn eilífa Guð. El Shaddai, hafa þið heyrt það? Já, takk fyrir
Innri var hvíslað að mér hérna. Þið þekki stafana INRI. Það var sett á krossi, var það ekki? Innri. Einhverju sem á betri skýring á það? Getur þú hjálpa mér? Innri, stafirnir. INRI. Jesus Nazarenus rex nutilo. Takk fyrir. Takk fyrir. Græðarinn, gæskuríkur. Erik, þú má kannski halda áfram að skrifa, en eins og Jóhanna las fyrir okkur, þá þetta eilífa lífið að þekkja Guð, að vita hver hann er. Hvernig hefur hann orðið hluta á þínu lífi? Ég ætla að segja nokkra sögur hérna úr Biblíunni. Fyrsta sagan byrjar í Mósebókin 22. kafla og Guð fær nafnið Jehóva Jírì. Hvað þýðir það? Þetta ekki einna uppáhaldssögurnar mínar, þið þekkið það. Jírì. Abraham, hann býr í tjaldi og hann fær heimsókn. Það koma til hans englar, 3, seinna fáum að vita að það í rauninni Guð sem heimsækir hann. Og hann í þessu samtali lofar að Abraham mun vera faðir í mikla þjóðir. En hann barnlaus. Og við þekkjum söguna, árin líða, hann verði hátt í 100 ára gamall. Við höfum heyrt Hagar og við þekkjum nafnið Ísmael og Ísak. En einhvers staðarna í sögunni, þá Guð að biðja Abraham að fara upp á Moríafjall og fórna. Og þetta saga sem við rauninu getum ekki skilað í dag. En Google var að hjálpa mér aftur. Ég googlaði Moríafjall. Og það stóð, hvað stóð? Ég þarf að finna númer 5 hérna á blaðsíðu. Ég myndist að vita það. Moríafjall liggur vestur fyrir Kídron-dal í Jerúsalem við hliðina á Olífjallið. Og hvað segir það mér? 2000 árum eftir þessi sögu, þá fórnar Guð sonur sinn á þetta sama fjall. Það ekki að vera vinur Abrahams? Hann að leyfa Abraham og skygna inn í hugsunarháttinn sinn og hann að segja honum leyndarmál, hvað mun koma fyrir Guði sjálf. Og þarna breytist þessi sögu Abraham og Ísak á leiðinu upp fjallið. En þegar þeir að labba þarna þessa 2, þá allt í einu spyr Ísak, hann segir, pabbi minn, við erum að fara að tilbiðja Guð, við erum að fara að fórna, en hvar fórnin? Og mér finnst alltaf hálfpartinn eins og Abraham var að ljúga þegar hann segir, Guð mun sjá fyrir. Og þetta nafnið, Jehóva Jírì, Guð mun sjá fyrir. Og hann gerði það, þegar allt í einu þá finnur þeir lamb sem föst í runnan. Og hann gerði það svo sannarlega 2000 árum seinna, þegar Guð fórnaði sonur sinn á Golgatahæð fyrir þig og mig. Svona getur söguna breyst. Þessi leiðinlega saga í Gamla testamenti sem við skiljum ekki neitt. Við skiljum hann í nýja ljósi þegar við þekkjum Guðs nafn, Jehóva Jírì. Þú búin að skrifa það?
Og það einn af þessum nöfnum sem ég vil að við tökum með okkur. Það Guð sem sér fyrir þarfir okkar. Þið vitið það, við höfum búið á Líðardalsskóli lengi og við höfum þurft að hugsa það í mörg ár hvernig ætlum við að fara þaðan, hvar ætlum við að búa og við höfum verið að reyna að kaupa einhverju kofa í Hveragerði, við áttum ekki nefna á því, við höfum reynað að flytja húsin ellendis frá, við áttum ekki nefna á því og við ætlum að byggja og við höfðum ekki nóg til þess að geta fengið lán, til þess að geta klára húsi og allt í einu erum við þessa daga að undirbúa okkur að flytja. Og við höfum þak yfir höfuð, það leikur vissulega stundum. En ég lít á þetta hús sem við erum að flytja í sem Guðs gjöf til mín. Hann var að sjá fyrir okkur. Og ég óendanlega þakklátt. Það langsaga ég geti deilt með okkur hvernig við eignumst þetta hús. En kannski Guð ekki búinn að sjá fyrir þig. Kannski situr þú með þörf sem þú bara dreymir Guð myndi hjálpa þér með og þá gildir þetta sama nafn. Það Guð sem sér fyrir, hann mun leysa úr vandamálin ykkar. Já, nú ég búin að týna sjálfa mig hérna. Það allt í lagi því við erum bara að spjalla saman. Næsta nafnið sem ég langar að deila með ykkur Jehova Nissi. Hvað þýðir það? Einhverjir sem veit það. Jehova Nissi. N-I-S-S-I. Það þýðir fánan yfir mig. Og þegar við komum hérna klukkustund áðan það byrjaði í dag, þá vorum við að tala að brjóta fánan, íslenska fánan, hvað þýðir það? Þið hafa séð úkraínski fánan í síman ykkar bara og í blöðin endalega, óendalega mikið undanfarin, að því það stríð, þá allt í einu skiptir fánu miklu máli. Þegar ég sé danska fánan í ljósgræna umhverfið mitt, þá brosa ég og hvernig líður ykkur með íslensku fánan? En svo flest ykkur vita, þá ég alveg upp í Bandaríkjunum. Ég fer þangað sem 2 ára með pappa og mamma og kem heim til Danmarku sem svona 14 ára, 15 ára stór stelpa og mig langar svo að vita hver ég hvar ég tilheyrir. Og ég það heppin að ég fær að ganga inn í skátarhreyfing. Þannig erum við með búning, við erum öll eins, við erum með klút, við vorum með svona minkahólk til þess að halda klútin saman, við vorum með stjörnu hérna á ermið og mest af allt, þá vorum við með prik sem við erum búin að tína út í skogi, setja á því fána og við erum búin að stimpla inn á það okkar hóp. Við heitum stjörnurnar, ein stór stjörnu og einn lítill fyrir hver okkur. Þessi fána, þetta að tilheyra. Og ég átti svona uppihaldslag, heitir á ensku His banner over me is love. Fánan sem umvefur mig. Það kærleikur. Jehova Nissi, fánan minn, mátturinn minn, kraftaverkið, kærleikurinn, allt sem umvefur mig. Það ekki dásamlegt nafn á Guði? Já, merkið yfir mig. Já, það stendur líka hjá mér. Ef ég hef ekki sagt það, þá bara fór það framhjá. Fleira nafn. Við vorum að lesa, Guðmundar las það. I am, ég Hvað þýðir það? Það hef ég haft svolítið erfitt með að vita. Ég Þegar Ísraels fólk spyr hver hefur sendt þig, þá segðu ég sendi mig. Hvað þýðir það? Já. Já.
Það stendur hérna í bókinni sem ég lesa, það þýðir hinn eilífa, the eternal one, hinn eilífi. Sá sem alltaf hefur verið til. Og það stendur líka að það þýðir I am everything you need. Ég allt sem þú þarft. Og ég meina, Móses stendur þarna við runnan sem að brenna og Guð að segja honum, ég allt sem þú þarft. Og í 40 ár í eyðimerkurgöngunni, þá sá Guð fyrir honum manna frá himnum, vatn úr klettinum, skýjastólpun á daginn, eldurinn á nóttin til þess að lýsa, ég allt sem þú þarft. Það ekki dásamlegt nafn? Jehova Nissi. Þetta það sem það þýðir. Ég sá sem ég allt þetta og meira til. Ég sér að klukkan að ganga hérna. Ég á svona, ég veit ekki hvort við að nota það. Ég ætlaði bara að leggja það hér. Þetta bara texta úr Biblíunni með ennfleira nöfn og það stendur hérna á íslensku og á ensku. Þannig að bara að dreifa þeim hérna. Þetta með taka eina míða ef að þið viljið og bæta við að því ég ætla að enda kannski með því að spyrja hvað uppáhaldsnafnið þitt á Guð? Hvernig þekkir þú hann? Hvað hefur hann gert fyrir þig? Og það má gjarna einhverju svara. Ég held kannski að uppáhaldsnafnið mitt á Guð Shalom. Jehova eða Javi Shalom. Hvað þýðir það? Einhverju sem veit það? Já, friður. Og ég átti jáliggjandi hérna í biblíun mín þýðing á friður. Guðs fullkomna friður. Það eru 4 punktar hérna. Friður á jörðu, jafnvægi í náttúruna, kærleikur á milli manna og réttlæti í heimi. Allt þetta felst í friður Guðs. Getum við óska okkur eitthvað meira dásamlegt? Kærleikur á milli manna, jafnvægi í náttúrunni, réttlæti og friður á jörðu. Það þannig heimkynni sem Guð að undirbúa fyrir okkur. Þess vegna það svo nauðsynlegt að við þekkjum nafnin hans, að hann verður besti vinur okkar, að við erum tilbúin að mæta hann þegar hann kemur til að sækja okkur. Og nú kemur hérna endurinn, bara 1 lítið versi viðbót og nokkra hugsanir. Nöfnin Guðs ekki bara nöfn. Heldur Guð að bjóða okkur að upplifa hann, að vera í samband við hann, að þekkja hann, að njóta, nýta, treysta, elska. Hann vil að þú upplifir hann raunverulega. Hann tekur þátt í lífi þínu, huggar þér í sorg, gefur þér von í erfiðleikar, fullvissa. Þegar við notum Guðs nöfn, erum við í rauninni að ákalla hann. Við erum að sækjast eftir nærveru hans, að því nöfnin Guðs verðskulda lofgjörð. Að þekkja þessa nöfn, og ég hvet ykkur til þess að googla og stúdera og dvelja við merkingu þessa nafna, það leiðir nefnilega til tilbiðslu. Og lokatextan hérna í dag úr Salmana 89, það versin 15 og 16 og það stendur: Sæll sá líður sem þekkir
Fagnaður opið sem gengur í ljósi auglítis þíns drottins. Þeir gleðjast yfir nafni þínu. Takið eftir því. Þeir gleðjast yfir nafni þínu alla daga og fagnar yfir réttlæti þínu. Bara losi Guð fyrir öll þessi dásamlega nafn, hvernig hann hefur kosið að gefa sér til kynna að við skulum þekkja hann. Amen. Amen. Þakka þér fyrir, Laila, innilega. Og við viljum syngja sálm áfram sem tengist þessu mjög vel. Sálmur nr. 141, Ó þú Guðs son. En eitt nafn sem á ensku Because he lives. Syngjum þann sálm. Þakka, hjartans þakki fyrir komuna, kæra fólk, megi Guð blessa ykkur og þakka fyrir þáttökuna hér í að predika. Takk fyrir Laila, undirlegg. Guðmundur búinn að sjá að taka við fólkinu hér og Dexter sendir út. Hjartans þakkir öll. Og við gleymum alltaf að þakka henni Hörpu fyrir að þýða fyrir okkur sem hún gerir svo trúfastlega. Hjartans þakkir öll sömur. Og þá munum við hafa blessunarorðin og Laila ætlar að lesa þau fyrir okkur. Við skulum rísa á fætur. Og ég ætla að gefa þér penna hérna af því þú þarf að bæta við einu nafni og það heitir Javirófi. Tókuð þið eftir því í loka sálminn? Þú sem læknar. Við vorum að syngja það. Javirófi. Við gleymdum að tala um það.
Við vorum búin að tala Móse og alveg eins og Guð vildi vera vinur Abrahams, þá var hann vinur Móse og Guð sagði við hann, þegar þú blessar fólkið þá skalt þú segja, Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsi yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefur þér sín frið. Shalom, þín frið. Amen. Þið hjartanlega velkomin að koma inn í safnaðarheimilið. We are going to the side hall to have some food afterwards. Thank you.